Björgólfsfeðgar réðu þriðjungi hlutafjár í Landsbankanum eftir krókaleiðum til viðbótar því sem þeir voru skrifaðir fyrir opinberlega. Samtals höfðu þeir yfirráð yfir rúmum 73% hlutafjárins. Björgólfsfeðgar stýrðu miklu stærri hluta gamla Landsbankans en þeim það bil 40% sem þeir áttu í gegnum Samson. Þriðjungi hlutafjár í bankanum stýrðu þeir eftir krókaleiðum. Þetta kemur fram í stefnu slitastjórnar á hendur nokkrum helstu stjórnendum bankans. Allt frá hruni hefur smám saman komið betri ljós hvað gekk á í bönkunum síðustu dagana. Síðustu vikuna áður en Landsbankinn féll keypti hann hlutabréf í sjálfum sér fyrir 40 milljarða í þeir sem virðist hafa verið örvæntingafull tilraun til að blekkja markaðinn í hinsta sinn. Þessi viðskipti eru meðal þess sem til rannsóknar í umfangsmikilli markaðsmisnotkunar rannsókn sérstaks saksóknara. Allra síðasti lokafresturinn sem breska fjármálaeftirlitið hafði gefið Landsbankanum vegna ICE var 7. september, en það var sami dagur og þessi orð féllu. Guð blessi Ísland. Þennan dag runnu 35 milljarðar úr móðubankanum inn í verðbréfasjóðinn Landsvaka, Straum fjárfestingabanka og MP-banka. Þarna var meðal annars verið að greiða yfirverð fyrir ónýta pappíra, meðal annars skuldabréf í FL Group sem löngu var komin í þrot, samkvæmt því sem rakið í ítarlegri stefnu slitastjórnarinnar á hendur stjórn og helstu stjórnendur bankans. Farið fram á 30 milljarða í skaðabætur. Með gáleysi sínu hafi stjórnendurnir valdi bankanum slíku tjóni eftir að hann varð ógjaldfær eins og það orðað í skýrslunni, en hann hafi raun verið komin á hausinn 3. október. Þessir gríðarlega umfangsmiklu fjármagnsflutningar eru líka til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Aðaleigandi gamla Landsbankans var Samson félag Björgólfsfeðga. Samkvæmt þeim lögum sem gilt á þessum tíma bar þeim að kaupa aðra eigendur út ef eign þeirra fór yfir 40%. Þá myndaði svokölluð yfirtökuskylda. Löngu er ljóst að þeir réðu í raun yfir mun stærri hluti gegnum eigin bréf bankans, aflandsfélög og skúffur, en slitastjórnin telur hins vegar, að því framkemur í stefnunni, að þeir hafi ráðið yfir 73,4% alls hlutafjár í bankanum, sem næstu því tvöfalt það yfirtökuviðmið sem sett var lögum samkvæmt. Þetta þögðu bæði þeir feðgar sem og allir helstu aðalstjórnendur bankans. Gamli Landsbankinn færði rúma 7 milljarða yfir í Straum tæpum 3 klukkustundum eftir að bankanum var lokað í síðasta sinn. Björgólfsfeðgar réðu ríkjum í báðum bönkunum. Þetta var samkvæmt beiðni sem barst 3 mínútum fyrir lokun. 7.200 milljónir króna voru millifærðar úr gamla Landsbankanum rúmlega 2,5 klukkustund eftir lokun á síðasta starfstigi bankans. Féð fór til Straums en Björgólfsfeðgar réðu ríkjum á báðum stöðum. Árin og misserin fyrir hrun voru Björgólfsfeðgar ábyrjandi í viðskiptalífinu og réðu gamla Landsbankanum að hluta í gegnum félagsitt Samson en að stórum hluta eftir krókaleiðum í gegnum eigin bréf bankans, skúffur og skattaskjól. Þetta kemur fram í stefnu slitastjórnar Landsbankans á hendur nokkrum helstu stjórnendum og stjórnarmönnum gamla bankans. Björgólfsfeðgar réð ekki bara Landsbankanum, heldur réð Björgólfur Tóri líka ríkjum í fjárfestingabankanum Straumi. 30. janúar 2007, tæpum 2 árum fyrir hrun, var opnuð lánalína svokölluð á milli Björgólfsbankanna tveggja upp á 7,2 milljarða. Á mannamáli mætti segja að Straumur hafi fengið 7.200 milljóna yfirdráttarheimild hjá Landsbankanum. Hún var hins vegar ekki nýtt fyrir nærri 2 árum síðar á síðasta starfstigi Landsbankans 7. október 2008. Beiðinni barst að millifæra féð klukkan 15:57. 3 mínútum áður en gamla Landsbankanum var lokað í hinsta sinn. Peningarnir voru millifærðir klukkan 18:38 sama dag. Morgunin eftir tók svo fjármálaeftirlitið gamla Landsbankan yfir. Hvað varðum féð kemur ekki fram í stefnu slitastjórnarinnar. Eitthvað fékkst tilbaka úr búi Straums, en fyrir slitastjórnin féð þó mestu glatað og því farið fram á skaðabætur frá stjórunum fyrirverandi upp á 4,4 milljarða tæplega. Tjón Landsbankans að mati slitastjórnarinnar stórfellt eins og það orðað í stefnunni. Mál þetta á borði sérstaks saksóknara.